Þessu myndbandi mun ég fara yfir verkefni 10 í Excel fjarnámskeiði tölvunáms. Í verkefni setjum við upp vaxtatöflu. Í töflunni reiknum við missa á vexti ofan á höfuðstól frá 4% og upp í 10% með 0,5% á milli og frá 1 ári upp í 5 ár. Í töflunni notum við bæði afstæðatilvísanir og fastatilvísanir með prósentumerki. Seinna í verkefninu prófum við að gefa hólfu nafn í stað þess að nota dollaramerki. Byrjum á að opna nýtt skjal í Excel og sláum inn forsendur útreikningana. Í dálk A setjum við fyrirsagnir og í dálk B stærðirnar. Ég ætla að byrja að setja fyrstu fyrirsagnina hérna í hólf A2, grunnvextir, bil, næstu línu og upphæð. Grunnvextir og bil eru prósentur. Ég ætla að prófa 2 leiðir, setja inn prósentur. Fyrst ætla ég bara að fara hérna í B2. Sjáum hérna á numbers-öðinu og homeflipunum að hólfið er bara í general formati og við slæði hérna inn 0,04 enter, staðfesti með enter, fer aftur í hólf B2 og breyti formatinu núna í prósentustíl. Það breytist þetta í 4%. Ég get líka formata hólfið áður en ég set inn prósentuna. Búin að gera það núna, ég sé það að þetta er merkt hérna percentage og slæði inn 0,5 sem er bilið, 0,5% og kemur prósentu merkið sjálfkrafa aftavið. Upphæðin er 100. Hún á ekki að vera prósenta. Þá þurfum við að breyta því í general og það breytist 100% í 1 og það slægi aftur inn 100. Sjáum að 0,5% hafa námyndast upp í 1 þegar það birtist sem 1. Þá vantar bara aukastaf hér fyrir aftan. Það hafa einn aukastaf fyrir á báðar prósentunar og smelli hérna á increase decimal places hérna á number svæðinu. Þá bætum við aukastaf. Kannski að breyka hérna dálkabili líka svo að fyrirsögnin fyrir grunnvexti birtist öll. Geri það annarkvort með að fara hérna á milli A og B á dálkalínunni og annarkvort með að draga þetta til hægri eða tvísmella. Nú skulum við byrja á sjálfri vaxtatöflunni. Sláum inn fyrirsögnina vextir hér og þar fyrir neðan vísum við á grunnvaxtaprósentuna í hólfi B2. Gerum það með að setja samasemmerki eins og fyrir alla útreikningu í Excel og hér getum við annarkvort nota örvanhnappan á lyklaborðinu, slegið inn B2 eða smelt á hólfið og staðfestum þetta enter. Þetta eru sem sagt grunnvextinir og svo eiga vextinir að hækka bilið 0,5% í hverri línu. Þá sláum við aftur á samasemmerkið, vísum á hólfið fyrir ofan plus bilið sem er þá í hólfi B3 og ég ætla bara að slá núna inn B3. Þá sjáum við að það er komin grænt ræmið utan hólfi B3 sem við ætlum að vísa í. Staðfestum með enter og prófum núna aftur vantar aukastafi. Ég ætla bara að bæta við hérna strax aukastafi, velja bara að skyggja bæði hólfin
og velja hérna increase decimal einu sinni. Skikki hérna aftur hólf D5 hérna með formúlunni þessum við sjáum útreikningin á bak við þessa niðurstöðu, og við notum hérna afritunarhólfið, afritunarreitin hér niður í hægra horninu til þess að draga niður og afrita hólfið alveg. Við ætlum að fara upp í 10%, en það kemur villa, þannig að koma þessi box reyndar fyrst sem segir okkur bara að það vanti pláss í hólfið til þess að birta töluna. Það er bara að breyka torkin, tvísmill aftur hérna milli D og E og sjá við að þetta ætti að vera hérna fara 5%, 5,5, 6%, 6,5 og upp í 10%, en það er eitthvað villa í þessu. Skoðum það, tvísmellum, og þegar við skoðum formúluna hér sjáum við að tilvísunar hafa færst til. Við erum að vísa hérna í hólfið fyrir ofan okkur sem er alveg rétt. D6, þessi hérna fyrir tilvísun er alveg rétt. Seinni tilvísunin sem á að vera á bilið á að vera á 0,5% í hólfi B3 hefur færst niður 2 hólf, alveg eins og formúlan sem við afrituðum upphaflega. Þessu þurfum við að breyta. Við þurfum að festa tilvísunina í upprunalegu formúlunni hérna uppi í línu 3. Þannig að þegar afritum formúluna niður þá haldist þessi seinni tilvísun alltaf í línu 3. Ok, gerum þetta, leiti hérna á escape bara, fer aftur í upprunalegu formúluna, tvísmella hana. Hér þurfum við að setja inn dollaramerki fyrir framan línunúmerið. Dollaramerki fyrir framan línunúmerið. Ég slæði það bara inn með shift 4 á lyklaborðinu. Líka hægt að nota F4 lykil á lyklaborðinu til að setja inn dollaramerki fyrir okkur. Skoðum það eftir. Staðfesti núna þessa breytingu og hún fer aftur á hólfið á formúluna sem við var að breyta og dreg það hérna niður upp í 10%. Þá er þetta eru vextinir komnir. Hér fyrir ofan vexti ætlum við að setja inn ár, nýja fyrirsögn ár, og við ætlum að setja reikna vexti frá 1 ári upp í 5 ár. Nú vel ég hérna eitt sem ég var að slá inn, fyrir aftur í afritunarbóksið á hólfinu niðri hægra megin. Músabendillin þarf að breytast og verða svona lítill svartur kross og dreg það hérna til hægri. 4 reyti viðbót og sjáum hérna litla hvíta bóksið sem er merkt með 1, að núna erum við bara afrita 1 í öll hólfin. Ef ég ítti á control-lykilinn og sé að breytist til 5 og sleppi músanafnum, að þá staði fyrir afrita 1 í öll hólfin, þá taldi Excel upp í 5 og afrita þetta þannig. Jæja, núna er komið að sjálfri aðal formúlunni til þess að reikna vextina. Byrjum á að setja samansammerki og við ætlum að reikna vextina af upphæðinni, eða með upphæðinni eftir að sagt, og upphæðin er hérna í hólfi B4, þannig við byrjum að vísa á B4. Þessa formúlu
komum við til með að afrita bæði niður töfluna og til hliðar. Það með reikna sem sagt að vexti, alla vaxtaprósentunar fyrir öll 5 árin. Þá þurfum við að festa tilvísunina hér í uppbæð bæði línu og dálka. Það þurfum sem sagt að setja dollaramerki bæði fyrir framan línunúmerið 4 og dálkabókstafinn B. Við getum annars slegið inn dollaramerkin eða við getum notað F4 á lyklaborðinu. Ef við ýta einu sinni á F4 að þá setjum ég dollaramerki á bæði dálkabókstaf og línunúmer. Ef við ýta aftur þá dettur annar dollaramerkið út. Ef við ýta enn aftur færist það til. Ef við ýta þriðja skiptið og dettur setjum dollaramerkið út og aftur þá setjum við aftur inn. Við ætlum að setja, þetta upphæðin sem við ætlum að reikna vexti af og við ætlum að reikna vexti með höfuðstól. Þá setjum við 1 pluss vaxtaprósentuna og vísum á vaxtaprósentuna hingað, D4. Núna flækist málin aðeins því að við viljum festa tilvísunina í dálk D. Þannig að þegar við afritum formúluna eftir í hinna dálkana fyrir þessari að þá haldist tilvísunin alltaf hérna í dálknum þar sem vaxtaprósentunar eru. En við viljum ekki festa okkur í línu 4, við ætlum líka að reikna allar hinnar vaxtaprósentunar. Þá þurfum við að setja prósentumerkið bara fyrir framan dálkabókstafinn og lokum suga. Núna setjum við þetta síðan í veldið ár. Árin eru hérna uppi, þannig að þetta fyrir fyrsta veldi við erum að reikna fyrir 1 ár, annað veldi við erum að reikna vextina fyrir 2 ár. Nú þurfum við að setja inn veldistáknið. Það er svolítið tricky að gera það á lyklaborðinu. Við þurfum að halda hérna inn í ALT-GR hnapnum við hliðina á space á lyklaborðinum, höldum honum inni, ýtum á kommu-hnappinn við hliðina á I, sleppum kommu-hnappinn strax aftur og ALT-GR og ýtum síðan á bil. Þá birtist veldistáknið og veldið, núna setjum við veldið sem er hérna E2 hjá mér og núna þurfum við aftur að setja dollarmerki. Við ætlum að festa tilvísunina í línu 2 þannig að þegar við afritum formúluna niður að þá færist ekki tilvísunin niður með, en við viljum ekki festa dálka bókstafum af því að við ætlum líka að fá reiknavexti fyrir öll hin árin. Þannig að dollaramerki fer eingöngu fyrir framan línunúmerið, fyrir framan 2. Svona þessi formúla líti út. Prófum hana, fyrir aftur og prófum að afrita þetta með afritunar bóksinu hérna niður í hægra megin. Við getum dregið niður og við getum líka tvísmelt. Síðan hérna þetta er allt komið og allt skikkt, dreigja ég þetta til hægri. Nú ef við viljum getum við síðan hérna fækkað aukastöðum. Þetta var fyrir hlutin. Næst vinnum við sama verkefni, setjum upp samskonar vaxtatöflu en notum nöfn í staðinn fyrir dollarmerki.